Við höldum áfram með föstudagsþáttinn og við ætlum að vinda okkur yfir í annars konar hátíð því að Vesturmannahelgina fara fram á Ólafsfirði berjadagar, tónlistarhátíð. Og hingað til mín komin til að segja okkur frá því Ólöf Sigursveinsdóttir, vertu hjartanlega velkomin. Takk. Berjadagar, fyrir þá sem ekki hafa gert svo frægir að mæta, en hvað felst í þessari merkilegu hátíð? Í þessari hátíð felst klassísk tónlist, styttri og lengri tónleikar, jafnvel brugðið á leik eins og með Hundi í óskilum. Það hefur líka komið fólk eins og Sunna Gunnlaugsdóttir með jazz á berjadaga, en svona heilt yfir eru þarna að koma svona nokkrir af fremstu tónlistarmönnum landsins til þess að sýna sig og gleðja bæjarbúa á þessum yndislega tíma sem að berjatíminn er, jú. Þarna eru grænjaxlar allavega farnir að láta á sig bera og við erum þarna í göngu saman og kíkjum líka inn í þessa svona fallegu náttúru og flóru sem er í Ólafsfirði. Já. Og Ólafsfjörður er einstaklega fallegt svæði sem gaman er að skoða og mér finnst gaman að tengja saman þessa náttúru og tónlist og það er líka raunar einkunn hátíðarinnar, það er náttúra og listsköpun. Já. Örn Magnússon, frændi minn og síðan einnig aðstoðaði hann Sigursveinn Magnússon, pabbi minn, og þá var þetta hugsunin, náttúra og listsköpun og færa tónbókmenntir og klassíska tónlist inn í þessi fögru hljómhús í Ólafsfirði. Já. Þetta fer ótrúlega vel saman ímyndaði mér. Sko. Já, mjög. Það er einstakt á Íslandi að vera klassískur tónlistarmaður vegna þess að það er ekki bara í Ólafsfirði sem að við getum farið á svona stað. Það eru sko fleiri staðir, til dæmis Skálholt. Já. Sumartónleikar í Skálholti hafa einnig tengt náttúru og listsköpun af krafti. Síðan er náttúrulega þjóðlega hátíð á Siglufirði. Já. En þetta er bara svo einstaklega gaman að geta boðið upp á svona tónleika heima í plásinu, Ólafsfirði, því að ég var þarna oft náttúrulega hjá ömmu minni og tengi náttúrulega svona góða tilfinningar við þennan stað og nú er ég búin að vera í svolítið tíma núna og vakna á morgnana og svo fer ég að vinna fyrir hátíðina í nokkra klukkutíma og ég sannfærist alltaf það aftur og aftur að þetta er góður staður fyrir hátíð, já. Já, einmitt. Ekki síst eftir hverja einustu hátíð, þá er ég bara, já, þetta er málið. Já. Frábært. Og hvað var það sem að dreif þig í þetta? Já, það var náttúrulega bara svo gaman að Örn Magnússon, frændi minn, skildi taka þetta skref ásamt góðu fólki í Ólafsfirði sem að hafði mikinn menningar áhuga sem fyrir líður tíminn og margt af þessu fólki hefur hreinlega farið frá okkur og látist síðan hátíðin var stofnuð 1999. Nú síðast mágur pabba minns Þorgeir Gunnarsson og hann er til dæmis einhver sem kom á alla tónleika á berjadögum og ég bara verð þess áskynja ennþá að þarna er kjarni sem er alveg býður eftir þessari hátíð og nýtur mjög. Lyftir sér upp og það er þetta eru hátíðlegi tónleikar. Tjarnarborg menningarhús er einstakt hvað varðar hljómburð. Það er kannski eitt að fáum félagsheimilum. Þarna eru bara sameinaðir kraftar aðalega kvenna sem að byggja Tjarnarborg. Og þetta hús er einstakt. Það er bara, hljómurinn er þarna svo magnaður. Fólk fer bara í skýjónum af tónleikum og viðburðum þarna í þessu húsi. Þannig að það er líka Ólafsfjarðarkirkja og fleiri staðir sem eru ríkir af hljóm. Já. Þannig að Örn Magnússon gaf mér eftir hátíðina 2013. 2013, já. En þú hefur verið í þessu síðan? Já, á hverju sumri þá hef ég skapað tónleikana í rauninni út frá þeim sem koma á hátíðina. Já. Og ég vil sýna í rauninni hlið á okkar menningar, á okkar menningu sem heitir klassísk tónlist, ópera líka og það er náttúrulega óperusöngvarar sem hafa ekki mikið tækifæri að koma fram á Íslandi.
því að þeir syngja svo mikið erlendis. Já. Og nú er söngkópurinn Olga ætlar að opna hátíðina, eða sem sagt vera með upphafstónleika hátíðarinnar 30. júlí. Já. Þannig að það er svolítið í þetta núna, en það er dásanlegt að vita að þeir voru að flytja núna tónleika í Utrecht í Hollandi fyrir Fulluhúsi. Þeir eru orðnir mjög þekktir, bæði hérna á Íslandi og erlendis. Já. Og þannig að við náttúrulega, eða ég er spennt. Ég held að margir sem fagna því að fá tækifæri til að hlýða á Olgu. Já, þannig að þegar svona nær dregur þá náttúrulega hvet ég fólk til þess að kynna sér bara hátíðina mjög vel og viðburðina. En það verður heimspekingurinn Jón Thoroddsen, hann kemur og verður með heimspeki kaffi. Það er svona þessar lífsathafnir okkar sem að tengjast tónlist og sérstaklega klassískri tónlist að hún hvetur okkur til þess að hugsa og svona þroskast í rauninni og sumir fara alls ekki inn á þessa tónleika, það verður að viðurkennast. Það er alveg, þeir halda að þeir muni bara falla í víti þunglindis. En ég get alveg svona sagt það hér að Berjadagar er í rauninni svona, þetta er svona krossaumur minn, það sem ég bara í rauninni kynni klassíska tónlist svolítið. Já. Fyrir hinum almenna hlustanda. Já. Og það hjálpast alltaf, þú veist, það er umhverfið, það er húsin, það er stemningin á tónleikunum og nánast hver sem myndi ég segja getur skemmt sér á Berjadögum. Já, það getur allir fundið eitthvað við sitt hæfi. Já, og í rauninni líka bara stigið skrefið að fara inn á tónleika með klassískri tónlist eða undir merkjum klassískra tónlistar. Já. Þetta er líka náttúrulega, klassísk tónlist er svo víðfeðmt reglífar hugtæk, getum við sagt að klassísk tónlist er ekki það sama á klassísk tónlist. Nei, einmitt, já. Þetta eru svona gluggar sem maður getur kíkt inn í. Já. Og ég stilli þarna mjög ólíkum listamennum upp hlið við hlið og þetta eru mikilvirkir listamenn. Þeir eru allir mjög mikilvirkir í því sem þeir eru að gera. Já. Og kannski er ekki kastljósið endilega á þeim. Nei. En Víkingur Heiðar hefur verið svo, gengið svo ákveðin og undan núna í sambandi við þetta að kynna klassíska tónlist að þetta er aðeins auðveldari róður finnst mér núna auk þess sem að YouTube er komið til skjalana og þú lendir einhvers staðar inn á einhverjum hvað segir maður, linkum eða hlekkjum þar sem að þú færð kannski eitthvað inn á borðtíðin sem þú ætlaði kannski aldrei að hlusta á eða Spotify eða hvað það er. Þannig að mín tilfinning er svo að þetta er svolítið öðruvísi en það var. Það eru sóknarfæri. Það eru sóknarfæri en það er smá mótsögn í því að það er verið að loka tónleikastöðum fyrir klassíska tónlistamenn í Reykjavík akkurat með þessar myndir. Og það er mjög leiðilegt. Bæði Sigurjón Safn hefur boðið upp á frábæra tónleika vikulega yfir hásumarið í mörg ár og það var skipulagslega lagt af. Já, og svo Hannesarholt. Og þetta er bara ekki gott. Við eigum marga tónlistamenn sem eru á pari við Víking Heiðar. Og það þarf að sinna þessu mikla og stóra fólki sem heitir klassískir tónlistamenn. Heldur betur. Þetta er frábært framtak. Hvernig ber fólk sér sem vill kynna sér dagskrána? Finnur það hátíðin á samfélagsmiðlum eða? Sko, ég verð að viðurkenna að ég er að vinna í heimasíðunni akkurat eins og er. Já. En allar dagsetningar stemma ef þú ferð inn á Facebook eða heimasíðuna. Já. Það er kannski aðalega að efnisskráin verður ekki alveg svona eins og í fyrra þannig að ég þarf aðeins að vinna í því næstu 2 vikur. Eftir svona hálfa mánuð er allt komið í sölu á Tix. Frábært. Þegar nær dregur þá hvetjum við fólk til að kíkja þar inn og svo þetta bara næla sér í miða og mæta og byrja þetta. Já, engin spurning. Og það verða sem sagt þessir 3 aðalviðburðir föstudag, laugardag og sunnudag verslunarhelgina. Frábært. Þetta er ótrúlega spennandi. Ég segi bara gangið þér framúrskarandi vel með þetta allt saman. Takk fyrir. Og við hlökkum til að fylgjast með. Takk fyrir komuna. Já, takk.